Sjötti töluliður á dagskrá okkar deiliskipulag sunnan Eikarlundar í Lundahverfi og það Hjalti Jón Sveinsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér að ræða 7. lið í fundargerð skipulagsnefndar frá 11. febrúar. Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að deiliskipulagi sunnan Eikarlundar. Það reitur með 251.7 sem gert ráð fyrir 16 einbýlishúsalóðum. Samkvæmt aðalskipulagi Akureyrar ásamt greinargerð. Tillagan er af Gísla Kristinssyni frá 20. janúar 2009. Einnig var lögð fram hljóðskýrsla línuhönnunar hvernig hljóð berst frá Miðhúsabraut og Brálundi, en hún er dagsett 3. apríl 2008, auk minnisblaðs dagsett 12. maí 2008 umferðarmál. Einnig voru lagðar fram upplýsingar jarðvegsstíp á svæðinu sem kuð vera lítið. Nafnanefnd kom saman til fundar þann 27. janúar jafnframt síðastliðinn og leggur til að ný gata frá Brálundi verði kölluð því fallega nafni Daggarlundur. Skipulagsnefnd samþykkir tillögu nefndarinnar að nafni Götunnar og skipulagsnefnd leggur auk þess til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 25. greinar skipulags- og byggingarlaga og það sem sagt lagt hér fram til samþykktar að hún verði auglýst. Orðið laust 7. tölulið deiliskipulagstillögu í Lundahverfi. Oddur Helgi Halldórsson tekur til máls. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Ég greiddi atkvæði gegn aðalskipulaginu síðast meðal annars út af þessum bletti. Ég minnist þess þegar við vorum að velja Miðhúsabrautinni stað, þá var hún færð fjær íbúðabyggðinni sem var fyrir út á hafa og annað, en svo þegar menn voru búin að því þá sáu sumir þennan fína blett til þess að byggja á. Þannig að þetta byrjaði þannig að Miðhúsabrautin var færð frá byggðinni en svo að byggðin færð að brautinni aftur. Ég bara ekkert sammála sem mér finnst þetta hálf svona sérkennileg vinnubrögð. Ég mun því greiða atkvæði gegn þessari tillögu. Orðið laust 7. tölulið. Bæjarstjóri tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það alveg vita mál að þetta verði umdeild tillaga. Þess vegna erum við að setja hana í auglýsingu og kominni af stað í umræðuna. Ég verð hins vegar að segja það að mér finnst okkur sem sveitarfélagi bera skylda til þess að horfa mjög grundigt á möguleika til þetta byggð. Þarna er gríðargott land, gríðargóð staðsetning og tækifæri til þess að útvega lóðir sem að svo sannarlega eru eftirsóttar hér í bæ, einbýlishúsalóðir. Þannig að ég held að það er bara tækifæri sem við getum ekki horft framhjá. Við vitum það alveg að Miðhúsabrautin var færð, það var ákveðin lega hennar, hún liggur mjög vel í landi og er henni mun betur held ég, að mínum að þetta heldur en alveg upp við húsin við Eikarlund og hjá Mjólkursamsölunni, alveg ofan í henni eins og upphaflegu tillögurnar gera ráð fyrir. Þannig að ég held að niðurstaðan varðandi legu þessarar brautar hafi verið mjög góð og þarna gáðust líka þessi dýrmætu tækifæri á það að bæta hérna við byggð. Og það er tækifæri sem við getum ekki látið framhjá okkur fara. Orðið laust 7. tölulið. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir með Sigrúnu Björk bæjarstjóra. Ég var fyrst mjög efins þetta, en svo þetta verður ekki nær heldur en svo sem byggð sem að stendur víða við þessar akbrautir og sem eru hér innan bæjar og þau eru öll á einnar hæðar þessi hús og ég held að með því að gera hljóðmennina nógu þykka og þétta þá skiptir það miklu máli að þá fáum við bara þéttan gróður þarna við bakhliðar húsana. En ég sé það líka, það er sem betur fer, þá vantar líklega einbýlishúsalóðir og við höfum nú ekki ráð á því að fara að skipuleggja nein í hverfi og ég held að þetta sé ágætis niðurstaða.
vegna þeirra aðstæðna sem við búum við. Og ég var ég held að megi bara segja að þetta sé ásættanleg lausn. Takk fyrir. Ég bara vona eitt og það er það að það verði aldrei misræmi milli teikning og texta framvegis. Takk fyrir. Orðið er laust 6. tölulið. Baldvin Ár Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég alveg þangað til ég fékk nú þessa fallegu teikningi hendur, þá var ég svona efins þessa byggð og líka voru svo margir nágrannar voru Eikalundinu búin að taka mig í gegn. Og ég óttast nú að verði kannski einhver pínu úlfúð þegar þetta verður auglýst. En ég get nú bara ekki betur séð en það sé bara bráðsniðugt og verð víst að bakka með þessa fyrri skoðun mína sem ég hafði áður en ég sá þetta svona. En ég vona bara að við getum komist hjá því að það verði leiðindi út af þessu. Takk fyrir. Orðið er laust 6. tölulið. Það er ekki fleiri sem Oddur Helgi Halldórsson hefur kvað sér ljós. Forseti, ég ætla bara að ítreka nú aftur að þið sneri mér ekki neitt með þessu. Ég ætla að minna á það að ef við höfum viljað öll vera og láta moka okkur í kaf með moldaraugu, þá höfum við sennilega aldrei átt að fara út úr moldarkonum eða eins og forfeður okkar byggi. Ég ætla líka að minna ykkur á það að það hefur verið ströggl með alla þessa nýju byggð sem við höfum byggt nálægt svona miklu umferðargötum. Ég ætla að minna á til Lindasíðuna og þið minnum hvernig þetta var í Holtatúni og Holtateig og fleiri stöðum. Þannig að ég óttast það að þarna verði sami upp á bátinn og ég líka á móti því, eins og ég segja, að við séum að moka okkur á kaf þó að grasið sé grænt og allt það er fínt með það, þá leiðist mér það líka og ég var á móti þessu á sín tíma út af þessar skoðunum en á móti þessu. Svona ítreka ég og mér finnst ekkert að gera með þetta í auglýsingu. Mér finnst það bara, samkvæmt minni skoðun, þá þarf ekkert að fara þetta ferli. Ég myndi bara segja nei, við stöndum við það. Orðið er laust 6. tölulið. Það er ekki fleiri sem hafa kvað sér hljóðs og við göngum til afgreiðslu. Hér liggur fyrir tillaga frá skipulagsnefnd til bæjarstjórnar það að fyrirliggjandi deiliskipulagstillaga sunnan Eikarlundar verði auglýst samkvæmt ákvæðum skipulags- og byggingalaga og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þá tillögu að gefa merki. 10 á móti. Tillagan er samþykkt með 10 atkvæðum. 1 bæjarfulltrúi greiðir atkvæði gegn tillögunni.